Komið sæl og verið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Við ræðum í þessum þætti málefni fyrirtækja og atvinnulífs á Íslandi. Við erum svona kannski að tala málin sem eru til umræðu í kaffikróknum í fyrirtækjunum. Og fáum til okkar ýmsa viðmælendur sem eiga það sameiginlegt að hafa áhuga og þekkingu á atvinnulífinu. Gesturinn í dag Kjartan Örn Sigurðsson, forstjóri Ormsson og reyndar fleiri fyrirtækja. En hann félagsmaður í FA, margreyndur í fyrirtækjarekstri og við látið talsvert til sín taka í umræðum atvinnulífið og þjóðfélagsmál almennt. Vertu velkominn. Takk að kjæla verið. Gaman að fá þig. Ástæðan fyrir því að ég baði að koma hérna grein sem að þú skrifaðir í Moggan daginn og vakti nú heilmikla athygli og umræður kynslóðastríð á vinnustöðum. Já. Geturðu sagt mér aðeins frá því hvað þú meinar með kynslóðastríði? Já, má ég hafa smá inngang? Já, alveg sjálfsagt. Vegna þess að mér finnst voðalega gott stundum maður fær alls konar áskoranir í lífinu og í vinnunni að setja stundum niður og taka mér svona thinking time eða svona hugsunartíma þar sem að ég skrifa vandamálið mitt niður og velti því fyrir mér. Það ekki nóg að hafa alls konar háskólagráður, maður þarf að stundum að sækja og heimsækja verkfærin aftur og það svona, þetta var eitt af þessum áskorunum sem ég settist niður og það oft þannig þegar ég er búin að skrifa og þú veist, þá einhvern veginn, þá kemst ég að lausninni fyrir sjálfa mig og ef að mér finnst ég hafa nelt naglan á höfuðið, þá langar mér stundum að deila því og þá enda það sem grein í blöðin. En sko, þetta getur verið áskorun eða eitthvað óréttmæti eða óréttlæti sem maður upplifir. En mér langaði ekki að skrifa grein unga fólki í dag og mér langaði heldur ekki að skrifa grein eldri kynslóðir og að það skilji ekki nýjan vinnumarkað. Það sem ég var að upplifa voru árekstra á vinnustöðum sem að virðast smáir en safnast svo upp. Og ég hef búin að upplifa fólk með ótrúlega ólíka væntingar til starfsins og mér finnst þú veist, vinnusamband atvinnurekanda og starfsmanns byggir á tveimur grunnstóðum. Það réttindi og skyldur og ég hef búin að upplifa á vinnustöðum og vinnustöðunum mínum þar sem að ég með minnst að kosti 3 starfsmenn sem eru kominir yfir 40 ára starfsaldur, ég með aðra 2 yfir 30 ára starfsaldur og svo ég með mikið að nýju starfsfólki og ég hef búin að upplifa svona árekstra og svona þegar maður horfði á þetta úr 10.000 fetum þá upplifði maður að kannski eldri kynslóðurnar voru mjög upplýstar skildurnar sínar á meðan að yngri kynslóðurnar voru miklu upplýstar réttindin sín heldur en skildurnar. Og fólk bæði hjá okkur og maður heyrir í samfélaginu að tala að sé eitthvað kynslóðastríð. Mér finnst þannig að ég var svona að reyna að greina vandann í þessu sko. Og hvað verður til þess að þú skrifar þetta núna? Þú var vantanlega að upplifa þeirra togstreitur sem þú lýsir í þínum fyrirtækjum. Já, svona aftur og aftur þessi litlu árekstrar þú veist og fólk segir eldra fólki segir, ungt fólk vill ekki vinna og eldri kynslóðina það skilji ekki jafnvægi milli frítíma, fjölskyldu og vinnunar. Já, segja þessi ungu. Já. Já. Og þetta veldur svona núans á vinnustað og þegar maður fer svo að skoða þetta þá held ég að þetta byggi oft á miklu misskilningi og ég tók dæmi í greininni, ég sagði áður fyrir var eða þú veist, og þeir sem hafa verið lengi á vinnumarkaði þeir spyrja möguleiki ég að fá að fara klukkan 3 í dag, ég þarf að fara á einhvern viðburð á meðan að yngri kynslóðurnar þar þetta orðið að tilkynningaskyldu ég ætlaði bara að láta það vita að ég að fara klukkan 3 í dag og maður, já, býtu, og þetta alveg, og maður hugsa, býtu, hér eitthvað ekki alveg að ganga upp, sko þannig að Hvaða mun sérðu á væntingum þeirra sem að þú ert að ráða núna í starf ungs fólks og segjum bara okkar væntingum þeirra við vorum að byrja á vinnumarkaði fyrir 30-40 árum, þú sér að ég að reyna að draga það hérna á mitt plan og ég sé 7 árum eldri en þú sko. Sko, já,
það auðvitað svona, já, kannski meiri svona krafa frjálsari vinnutíma, mega vinna heima og og svona, já, ég opna svo tölvunni í kvöld og klára verkefni dagsins Já. sem erfitt að fylgja eftir. Og þetta skapar aftur svona núans eða svona tókstreitu á vinnustaðnum og það er ekkit endilega gott að vera með eina hæð eða þú veist, vera með vinnustað þar sem að hluta fólkinu ekki til staðar vegna þess að það bara opáslega mikil dýnamík og annað sem á sér stað. En auðvitað það maður svo að taka tillit til þessara breyttu áskoruna og svona viðleitni til vinnu. Já. En við mældum þetta í COVID þegar að við þurftum að hafa fólk heima. Já. Og við komumst að því þá að framleiðni starfsmanna sem voru heimavinnandi var ekki jafn mikil og þegar fólk var á staðnum. Þannig að maður freistar stundum að setja í vél, sko. Já, ég er búinn eða hvað það er, sko. En ekki það, þú veist, það auðvitað alltaf gott að standa upp og fá smá tíma til þess að hugsa og við munum öll eftir reykingapásunum, sko. Jú. Sem að voru svona en það er bara meira svona í upplifuninni og vinnusambandinu, þú veist. Mér finnst líka þessi gamla, þú veist, það var þannig að það voru einhvern veginn allir ábyrgir fyrir fyrirtækinu eða fyrir vinnustaðnum. Já. Og núna heyrir maður meira þetta er ekki starfslýsingunni minni. Já. Og svo, þú veist, maður sest niður með starfsmanni í starfsmannaviðtal. Starfsmannaviðtal þarf ekki að vera launaviðtal. Þú veist, við erum með skipulegu launaviðtal hjá okkur að minnsta kosti einu svona ári, en svo eru starfsmannaviðtal ofta inn á milli. En þegar kemur að launaviðtali þá snerist þetta á sínum tíma árangur. Og við vorum að fara yfir kannski árangurinn sem hafði náðst á senastu 12 mánuðum inn í dag, þá byrjar oft launaviðtali bara á ég vil fá 200.000 krónur meira í laun. Burtséð og það byrjar ekki á hugsun ég hef náð þessum árangri eða við erum komin þetta lengra eða hvað, sko. Þannig að það er bara svona ákveðin hluti sem að breytast og þetta er ekki endilega réttar eða rangar nálganir. Nei. Mundu eflaust margir segja að sko eldri kynslóðin sé alin upp í óheilbrigðri vinnumenningu, allt of mikill yfirvinnu og óskýrum mörkum milli vinnu og einkalífs og svona við. Alveg rétt, sko, og þú veist, og ég horfði á pabba minn í vinnu, þú veist, alltaf fullur vinnudagur og ég man ekki eftir mörgum áhugamálum, sko. Foreldrar okkar áttu ekkert voðalega mörg áhugamál utan vinnuna sinnar. Helst áhugamál foreldrar minna var að skoða fasteignir, hefur alltaf verið mjög áhugaverð áhugamál og síðan að Costco opnaði þá faraðu daglega bara til þess að taka göngutúri sinn í þú veist, ekkert svell og alltaf gott veður. En vandamálið sem ég leiddi mig að væri í raun og veru að við erum með fólk á vinnustöðum sem að starfa eftir aðeins mismunandi vinnureglum eða leikreglum, skulum bara kalla þetta leikreglur. Og þegar að og þú hugsar, já, þetta var normið þess tíma, normin hafa breyst en við erum ekki búin að uppfæra leikreglurnar hjá okkur. Þetta er nefnilega sko áhugaverði parturinn af málinu. Sko það er mjög algengt að stjórnendur í fyrirtækjum, og ég ætla ekki að undanskilja sjálfan mig sem eru svona á þessum virðulega aldri fussi bara og sveigi yfir skorti og vinnusiðferði og bara aumingjaskap og þetta sem nefndir unga fólki nennir ekki að vinna og við gerum kannanir reglulega meðal okkar félagsmanna og sko í síðustu könnun þá voru 57% sem að sögðast telja að vinnusiðferði hefði versnað á undanförnum 5 árum. Já, einmitt. Þú ert í raun að segja að þetta sé ekki mjög gagnleg nálgun. Nei. Þetta sé stjórnunarvandamál. Ég er að segja að þetta er stjórnenda vandamál. Tölum meir það. Já, en þess að sko þú veist, fólk skilur bara vinnuna sína öðruvísi í dag og
ég fór í fræðin og sótti verkfæri mín og ég skrifaði nú ekki það í greininni, ég ætla nú ekki að ég er ekki með mannauðsstjóra titil, þannig að ég ætla nú ekki að fara, en ég fór í meistaranám, MBA-nám og þá fæði maður fullt af verkfærum. En í mannauðsfræðanum þá talað sko svona hinn sálfræðilega vinnusamning og það er ekki ráðningarsamningurinn. Nei. Það er þessar óskrifuðu væntingar. Og þú veist, dæmi starfsmaður hugsar, ef ég legg mikið á mig þá fá ég sanngirni og tækifæri. Fyrirtækið hugsar, ef við sýnum traust þá kemur ábyrgð á móti. Og þegar þessar væntingar hætta að passa saman þá byrjar núningurinn. Hann er ekki milli kynslóðana, hann er milli væntingana. Og yngra fólki er ekki vandamálið. Ég held að yngri kynslóðnar hafi bent á margt sem þurfa að breytast hjá okkur. Betra jafnvægi, meiri áherslu á andlega heilsu, meiri skýrleika. En vandinn er að mínum mati þegar að breytingarnar gerast hraðar en leikreglurnar uppfærast. Og ég held að sko, viðbrögðin við þessari grein, Ólafur, hafa verið þannig að ég virðist að snert á þætti sem rosalega margir, bæði atvinnurekendur og starfsmenn í samfélaginu okkar, eru að hugsa og vinna með, en enginn einhvern veginn hefur sagt, hver á að leysa vandamáli fyrir okkur? Og þá fór ég að hugsa, og í hugsunarferlinu mínu, þá kemst ég að því að þetta er skýrleiki stjórnandans. Og það er svolítið merkilegt að, þú veist, þetta var ekkert vola löng grein, en hún fjallaði þetta og þessar ólíku væntingar. En ég fór að hugsa, ef fólk starfar eftir ólíkum reglum, hver er kostnaðurinn fyrir mig sem atvinnurekanda? Og hér er eiginlega komin þráður í næstu grein sem ég mun senda frá mér vegna þess að ég fór að skrifa og pæla og bara hugsa og hugsa, herrbýtu, þetta er eiginlegu kostnaður. Já. Og það finna við erum að mæla, við erum ekki að lesa rétt mælingunni. Eins og þú bentir á áðan, það er verið að mæla, við erum bara ekki að nota gögnin rétt sem við erum að mæla. Og ég í minni, og ég er ekki að segja, þú veist, ég hef ofta ránt fyrir mér, en ég er komin á þann stað að ósanngirni sem vanmetnasti kostnaður fyrirtækja. Það að þú upplifir ósanngirni á vinnustað. Og nú er ég bara að leiða þessa umræðu lengra frá því sem að einhver segir kynslóðastríð, sem að við erum að segja, herru, nei, þetta eru óuppfærðar leikreglur á vinnustöðum, og ég er að segja, og ef þú uppfærðar þær ekki, þá ert þú að fara að bera kostnað, og kostnaður er óréttlæti. En hvernig miðlarðu sko nýjum leikreglum? Þú skrifar þær inn í starfslýsingarnar, setur þær inn í starfsmannastefnuna, er það bara hvernig þú, hvað maður segja, ræktar og viðheldur fyrirtækis menningu, hver eru leiðirnar til að miðla þessu? Í fyrsta lagi skrifar það ekki inn í starfslýsinguna. Og ég held líka að menning verði til á þessum grunni. Þannig að ef þú ætlar að breyta eða skapa erfiðast sem þú gerir á vinnustæðar að breyta menningu. Það er svona, þú veist, það er auðvelt að brjóta rúðu, sko. Það er mjög erfitt að reyna að líma hana saman til að koma inn í. En ég held að þetta sé grunnforsendan fyrir því að skapa menningu, og ég held að þetta gerist í gegnum starfsmannahandbækur, ekki starfslýsingu. Þannig að ég held að þú veist, að þetta að horfa á, þú veist, þetta er nú eitt sem að maður upplifir svolítið á vinnustöðum, sko, yngri kynslóðum, að segja, þetta er ekki starfslýsingunni minni, sko. En mér finnst algjörlega fráleitt ef við höfum að fara þá leið að fara að skrifa öll möguleg verkefni inn í starfslýsingu. Þú veist, ef þú sér það að einhver misti krumpað blað sem átt að fara í ruslið á gólfinu, taktu það þó upp og settu, þú veist, við eigum ekki að þurfa að fara þangað. Þannig að ég held að þetta snúist að kynna, bara, þetta er þessi sáttmáli sem að við höfum kannski bara verið ódugleg við að setja fram, sko.
En það er þetta sem þú nefndir til dæmis sko að standa með heildinni, Já, að þú áttir þig á því hvaða áhrif sko þínar gjörðir og ákvarðanir hafa svona fyrir heildarhag fyrirtækisins. Er þetta orðið eitthvað sem að þarf orðið að einhvern veginn að taka sérstaklega fram? Þess þurfti kannski ekki einu sinni. nei, ég held sko, það er alveg sama hvaða kynslóð er, ég held að allir vilji láta gott að sér leiða. Allir vilja, þú veist, og auðvitað er það stjórnandans að hafa ákveðna framtíðarsýn og fylgja fólki á bakvið sig og þú veist, þú sér það nú fólk fljótt ef fólk er ekki mótiverað í vegferðinni. Þannig að hérna, ég held að þetta snýst bara að við séum að við séum að leikreglurnar séu skýrar. Svona vinnum við á þessum vinnustað. Og ég held að stjórnendur framtíðar, bestu stjórnendur framtíðar, sé raun og veru skýrustu stjórnendur. Þeir sem að, já, svona. Hérna, sko, FA hefur núna á þessu ári aftur í framhaldi af könnunum okkar meðal félagsmanna verið í dálítilli svona herferð að bregðast við ákalli félagsmanna aukna umræðu og stuðning vegna veikindaforfalla og nýtingar veikindaréttar. Já. Og hérna við höfum verið að halda fundi og námskeið og vinnustofur þessi mála því að margir félagsmenn hafa upplifað þetta þannig að veikindarétturinn sem misnotaður, að fólk sé að nýta hann í eitthvað sem er ekki raunverulega veikindi án þess að hafa í huga einmitt áhrifin á sko, fyrirtækið og samstarfsfólkið. Já. Og hérna þetta er mögulega partur af þróuninni sem að þú ert að gera að umtalsefni. Mín niðurstaða samt eftir að hafa til dæmis setið þessa fundi og námskeið er að þarna er ábyrgð stjórnandans líka mjög mikil. Að til dæmis að sko búa til þannig starfsumhverfi að fyrirbyggjum veikindafjarvistir. Já, bara ekki spurning. Ég heyrði góða sögu hérna fyrirtæki út í bæ. Þar sem að mikið af erlendum starfsmönnum, en það er rekið þannig að þetta er steypustuð út í bæ, að þú veist, ef að bílstjóri á steypubíl er veikur, þá er bara eitthvað verkefni undir. En þessir erlendu starfsmenn, þeir voru mjög upplýstir réttindi sín, meðal annars veikindaréttin sem voru 2 dagar í mánuði. Og þarna komum við aftur að því að sko veikindaréttur, hann var byggður upp sem öryggisnet. Og hugmyndin er, þú veist, þú getur lent í langvarandi veikindum eða stuttum og þú safnar upp einhverjum veikindarétt sem þú getur nýtt þegar að þannig áföll koma til. En í auknum mæli þá bara er fólk að horfa á þetta sem hluti af réttindaramma starfsins. Ég er með þennan rétt og ég tek hann bara. Og á þessum tiltekna vinnustað þá brást það ekki að menn tóku sér 2 daga í viku, í mánuði, í veikindi. Og þetta var gjörsamlega ótækt, þannig að hérna, viðkomandi fyrirtæki, ég ætla ekki að segja að þetta sé reglan sem allir þurfa, þeir, hérna, svo, ef þú mætir alla daga mánaðarins, þá er þetta viss launa uppbót. Þannig er við reynda mætingabónus. Og það breytti öllu. Og eftir það þá hefur þetta ekki verið lengur vandamál. En þarna erum við aftur komin að sko bara þessum leikreglum. Þú veist, eru allir upplýstir af hverju þú ert með veikindarétt? Já, einmitt. Og svo má spyrja þú veist, og nú er ég bara að henda þessu upp í 30.000 fet sko, er veikindaréttur eitthvað sem að við ættum að endurskoða í heildarsamhenginu? Vegna, í kjarasamningunum þá? Já, vegna þess að nú sérðu sko að stéttarfélögin, þau eru líka stuðpúði varðandi veikindarétt sem þau voru ekki þegar að veikindaréttum var settur inn í vinnusamband atvinnurekanda og starfsmanns. Sjúkrasjóðunir eru náttúrulega að taka meiri kostnað sko. Þeir taka meiri kostnað. Þannig að hérna, en þetta er bara hluti af þessum nýju reglum sem að stjórnandans er að upplýsa. Og hérna og já, alveg ástæða til sko.
Nefndir hérna þetta með heimavinnuna Já, sem hérna náttúrulega tók rosalega kipp í heimsfaraldrinum já, og sko, svo ég vitni nú enn og aftur í kannanirnar sem við gerum hérna á FA, já, þá höfum við spurt alveg frá 2021 hvort að fólk telji þessi nýju vinnubrögð, þar að segja heimavinnu og fjarfundi af hennu góða og komin til að vera eða ekki. Og í byrjun, fyrstu 2 árin, sögðu 80% sögðust vera sammála eða mjög sammála þeirri fyrir fullyrðingu að þetta verið gott. Svo sjáum við á þessum hérna 6 árum sem eru liðin, þá hefur þetta hlutfall lækkað í 56%. já, Og þeim sem eru ósammála eða alveg ósammála hefur fjölgað úr 7% í rúmlega 20%. já, Þannig að sko eitthvað er það sem að veldur því að atvinnurekendur er ekki lengur eins og ánæður með þessi nýju vinnubrögð. nei, Er þetta mögulega eitthvað þar sem að rammin er líka of óskýr við það? ég held það. Já. Og þú sér sko að svo heyrir maður nýjar kröfur frá fólki sem að hefur hafið störf hjá fyrirtæki með samþyktum að vinna kannski 2 daga heima. Það fer fram á það að það sé greitt þrif á aðstöðunni eða þú veist, það sé verið að koma til móts við fermetrana heima á sama hátt og vinnustæður myndi gera hjá sér. Mér er alltaf einu hugsað til New York sko, vegna þess að New York hefur ekki jafnað sig eftir COVID. Þú veist, fólk fór úr háhísunum heima að vinna og mikið af háhísum er ennþá hálftóm vegna þess að þessum vinnuháttum hefur verið viðhaldið. En auðvitað sko, ef að þetta væri bara einhver regla sem að fyrirtæki ætla að vinna eftir, þá myndi það inn í langtíma hugsa ég þarf ekki að bæta við mig fermetru vegna þess að ég mun nýta mig fermetru heimi og fólki. Veist, þetta er alveg 2 sýnir sko. Já. Og þá verður að hugsa býtu hvaða kröfur verða settar á mig af heimavinnandi starfsmönnum. Það er reyndar sko komin hérna viðauki við til dæmis kjarasamningin okkar við VR, þar sem er svona reynt að ramma þetta samband aðeins inn. Hérna, hægt að leita í hann. En ég heyri að þetta er víða óskýrt. Já, allan að þá reyndist þetta ekki eins vel og maður hefði haldið. Sérstaklega meiri sér þau störf sem að til dæmis, ég skal bara við erum með og annan tug hönnuða á innréttingum. Og það er starf sem að þú getur unnið í næði, þú þarft ekki alltaf og meiri sér erum við með þannig kerfi á vinnustafnum að það eru allir hönnuðir að teikna í dag nema 2. Þeir eru á deski, en þetta er líka þeirra dagur sem allir sem koma inn í dag eða alla beiðni sem komi í gegnum tölvukerfin, það eru þeirra beiðnir í dag. Þannig að þetta er dagurinn sem þeir geta sótt ný viðskipti og svo á morgun rótirast. Þannig að við erum að reyna að skapa umhverfið það sem að hönnuðir fá næði til þess að vinna úr sínu og kalla þá til viðskiptavinni til að fara yfir hluti og annað. En þetta er líka starf sem þú getur alveg ímyndað að sé auðvelt að vinna heima. Þú ert bara einn heima í næði. Og það er svo merkilegt með þetta starf að bunkarnir urðu stærri og framleiðni minnkaði þegar að fólk var að vinna heima. Og þetta var rannsókn sem að við vorum ekkert að óska eftir, þetta var bara rannsókn sem að við urðum að fara í út af heimsfaraldri, en ég hefði óskað þess að niðurstöðnar hefði orðið aðeins aðrar, þannig að ég veit hvað næði skiptir miklu máli þegar þú ert í hönnunar og teiknuvinnu. En ég sagði við þig ósanngirni á hann. Já. Og hérna, ég er aðeins hugsi yfir ósanngirni vegna þess að ósanngirni sérðu ekki ársreikningu fyrirtækja. Þú veist, hvað voru vextir, þú veist, hvað var ósanngirni, en sko það merkilega er að ósanngirni, hún hegða sér eiginlega eins og vextir. Hún hleðst upp og það koma svona vaxtaf eða ósanngirnis vextir ofan á og sem á einhvern tímann sko springur. Og ég held að ef að við stjórnendur leiðréttum ekki aðeins vegferðina sem við erum á, erum ekki skýrari gagnvart vinnureglunum, þá eigum við á hættu að safna upp óbáslega mikið af ósanngirni sem að mun svo kosta okkur mjög mikið á endanum. Hún kostar okkur í því að
fólk hættir og þegar að fólk segir upp þá er yfirleitt aðdragandinn langur og ég hugsi yfir því og ég hef ekki alltaf rétt fyrir mér en mig grunar að þessi þáttur ósanngirni hafi gríðarlega mikil áhrif á fólk og hvort það velji að vinna áfram með þér eða hætta hjá þér. Þó að á endanum, þegar þú sest niður með starfsmanninum, þá verður samtalið, já, ég fekk tækifæri annar staðar sem ég get ekki hafnað. Og aftur, það sást ekki á ásýndinum og þú heyrði það ekki í samtalinu. En það merkilega er að við erum að mæla þetta, Ólafur. Við erum nefnilega, þú veist, við erum bæði við og mjög mörg fyrirtæki er að mæla hluti eins og starfsánægju. Ég var nú að króta hérna niður, ég er að fara með haus minn í kringum þessa pælingu, þess að mér finnst hún áhugaverð, en við erum að framkoma vinnustæðakannanir og við erum að spyrja mikilvæga spurninga. Við erum að spyrja spurningum traust, upplifir traust, við erum að spyrja spurningum endurgjöf og við erum að spyrja samskipti þín við þinn næsta yfirmann og annað. En ég held að okkur hætti til að horfa á niðurstöðurnar frekar sem stakar tölur og vorum að bæta okkur. Erum við upp eða niður? Frekar heldur en vísbendingar dýpri undirliggjandi þætti eins og skýrleika, sanngirni og sameiginlega væntingar. Og ég held að skýrleiki, sanngirni og sameiginlega væntingar skipti miklu meira máli en stjórnendur átta sig á í dag. Hvað eru stjórnendur að gera rangt? Eru þeir að halda sig við gamlan ramma og gamalt regluverk eða eru þeir kannski bara aðalega að gera ekki neitt? Já, ég held að þessi grein sem ég skrifaði, ég held að, og ég bara fann það á viðbröðunum frá svo mörgum, bæði atvinnurekendum og bara fólki út í bæ sem ég þekki ekki neitt Það er greinilegt að það eru margir að hugsa þetta, það eru margir að kljást við þessa áskorun og það er eins og enginn átti sig á lausninni og það sem og það auðvelda leiðinni bara að segja þetta er bara kynslóðstríð þú veist, hann er svona, þessi gömlu eru svona og gömlu segja þessir ungu hafa ekkert vinnuþrek og þetta og þetta bara fara grassir einhvern veginn og það er enginn sem tekur á þessu og já, þannig að ég held að tíminn sé núna fyrir okkur að bara segja, herru, það er allavega 3 ef ekki 4 3 kynslóðir á vinnumarkaði í dag sem að hafa allan mjög ólíkan bakgrunn mjög ólíkan bara, þú veist, við erum DNA-ið af þeim sem koma undan en við samt tilengum okkur nýja siði, nýja menningu og við erum líka hluti af miklu stærra samfélagi í dag vegna þess að ég held að samfélagsmiðlar hafi algjörlega breytt ásýnd okkar á, þú fékkst fréttir af honum Jóni frænda í starfinu einhvers staðar þú varst nokkur ára áttaði hvað gerir aftur Jón þarna hjá þessu fyrirtæki í dag veistu allt hann og þú veist, ef hann var að útskrifa eða ferma, þú veist miklu meira alla og þá verður til samanburður hann er svolítið mikið í útlöndum hann verðist alltaf geta hætt fyrr en þú skilurðu og heimurinn sem að þú berðir saman við er orðin miklu stærri áður fyrr komstu heim og þú sagði kannski frá vinnustafnum og það voru kannski 5 eða 10 leikendur í hópnum í dag eru leikendur já, en ég sá þarna og þetta og hitt þannig að ég held að heimurinn hann bara stækkaði svo mikið sem við sáum og og já, en það er svolítið merkilegt að það eru opbóðslega eftirspurn eftir skoðunum í samfélaginu okkar og það getur líka verið erfitt að vera með skoðun í ákveðnum málum ég ætla ekki að fara út í það núna en þú veist
og við þurfum að hafa okkur rétt í því, en það er eftirspurn eftir skoðanum og ég held að þetta sé einmitt svona mál sem að um, já, leiðarvísin vantaði. Já, ég ætlaði að spyrja þig hvort þú vissir eitthvað fyrirtæki sem þú heldur að hefði sko fundið lausnina, skýrt reglurnar, en það kannski enginn sem að einhver brautryðjandi í þessu. Ég held að við höfum aðeins truflað leiðina að lausninni og ég ekki að segja truflað á neikvæðan hátt, vegna þess að ég held að það séu mjög jákvæðir hlutir sem hafa gerst í okkar samfélagi en það hefur auðvitað, konum hefur fjölgað verulega á vinnumarkaði. Þetta er langmest menntaði hluti þjóðarinnar okkar og sem sagt fókusinn hjá atvinnurekendum hefur auðvitað verið að jafna hlut kynja, jafnlaunavottun launa og annað slíkt, kannski minna snúist hvernig við erum að tengja kynslóðina saman. Þannig að það sé svona jafnréttisbaráttar sem eftir meinar við það. Já, þetta raun og veru kannski bara ekki endilega jafnréttisbaráttar, heldur bara það vantar skýrleikan. Og ég held þetta svo sem kannski tvær hliðar á sama peningnum þegar þú talar ósangirni eða sangirni sko. Já, það er en við vorum svo fókusuð á þessa ósangirni í samfélaginu sem að konur voru með lægri laun, konur eru enn ekki jafn margar í stjórnendastöðum einkafyrirtækja og við vorum svo fókusuð á að leysa þennan vanda að ég held að vandinn við kynslóðirnar á sama vinnustað hafi aðeins fengið að kannski ekki nógu mikla athygli. Nú er náttúrulega tíminn hlaupinn frá okkur, þannig að nú kemur hérna óhjákvæmilega lokaspurning. Hefurðu sjálfur breytt þínum stjórnunarstíl? Já, klárlega. Og það er ástæðan fyrir að þessi grein verður til að ég sest niður með minn thinking time, með þessa áskorun sem að mér finnst svona hafa aðeins vaxið ásmegin hjá okkur og ég kemst að einhverju niðurstöðu. Það er auðvitað heillangt síðan ég sendi þessa grein á mokkan og ennþá lengra síðan að ég komst að minni niðurstöðu. Þannig að já, þá hófst ferillinn minn að reyna að upplýsa fólk betur og reyna að laga þennan skýrleika í starfi. En þú komst svo með góða spurning á hann sem ég er ekki alveg búin að leysa hjá mér. Það er, þú veist, með hvaða hætti setur þetta fyrir framann fólk. Og þetta er hinn stóra áskorun. Þú veist, það er búið að vera núna í einhver 10 ára opbáslega mikil svona áhersla á að fyrirtæki hafi gildin sýnileg. En labbaði inn á hvaða vinnustað sem og spurði, hver eru gildin hér? Og það er nánast undantekningarlaust þá mann fólk ekki gildin. Hvort sem það er banki eða tryggingafélag eða hvað. Og þetta er hvernig komum við skilaboðum áleiðis. Er þessi hugmyndafræði að gildin séu aðalmálið eða er það leiðarljósið? Og leiðarljósið er hvert við erum að fara og hvernig vinnum við saman þú veist, já, þannig að aftur, þetta er í höndum okkar stjórnanda að koma betur áleiðis, það er í höndum okkar stjórnanda að laga þetta. Þetta voru góð lokaorð, Kjartan Örn Sigurðsson. Þakka þér kærlega fyrir komuna í Kaffikrokkinn. Þakka þér fyrir mig. Gott spjall. Takk.